Benni, hvað getur maður sagt eftir svona leik á móti svona góðu liði? Það er bara að byrja á því að bara hrósa þeim, þetta er bara frábært lið og góðir leikmenn, góður bandarískur leikmaður, góður miðherji, byrjanlegs miðherji á Indiana Fevers í kvenna-NBA-deildinni og frábærir Euroleague bakverðir, þannig að það svo sem kom ekkert óvart hversu góða þær eru, en við fannst við, eiga geta svona slegist betur á móti, við fannst við byrja svona alveg þokkalega og vorum með gameplan upp á að ráða svolítið á hattar í boltapikkum og sérstaklega poppa, þannig að við settum Lofus í þetta sport í fimmunni að setja skrín inn og hann var að fá fín skot og setti skot niður og svo ætlum við að tvíteka mikið inn í teig og reyna að loka það við hringinn og því að það var engin ein var að stoppa hvorki þessa bandarísku eða 208 hattarstelpuna sem var til dæmis með 22 stig á móti Spánverjum og móti þurftum við að fórna svolítið langskotunum því að þá náttúrulega að gefa eitthvað aðeins eftir fyrir utan og það heist að þetta góðan skotleik. Já, þær voru til dæmis 1-18 á móti Spánverjum í síðasta leik, þannig að voru ekki hitta vel þar, þannig að það var svolítið annað på teiningum hérna í kvöld, það hittu frábælega fyrir utan þannig að við náðum eiginlega bara hvorki að stoppa þar fannst mér bara fyrir utan og inn í teig, þannig að ég get ekki sagt að það hefði gengið upp. Ég fæk svona tilfinningu öðru hvoru, svona smá uppgjör, bara inn á milli á íslenska liðinu, bara það var ofboðslega erfitt að koma sóknina af stað og bara hrikalega erfitt einhvern veginn að koma ykkur í gang gegn þessari stífri pressu. Hvað ert að segja við leikmennina í leikliðunum? Við vorum að reyna að finna lausn á því, stelpurnar voru svolítið óöruggar að koma boltanum upp og þegar það þá náttúrulega riðlar sóknarleikurinn mjög mikið og við vorum að reyna að láta þær opna sig og bara byrja að koma boltanum inn og svona og skrína á miðjunni og prófuðum ýmislegt en bara varnarpressan var virkilega öflug og þá allt og oft sem við náðum kannski ekki að sprengja upp völlinn og gera þetta svona öryggi en frábæri varnarmenn og þær eru stærri og sterkari, ekki bara undir körfinu, þetta líka í bakvarðarstöðunum, bæði eiga sentimetrar og kíló og reynslu og bara alls konar fram yfir okkar bakverði, þannig að þetta var svolítið erfitt hvað þetta varðar en mér fannst við brotna svona á kafla, löngum kafla í seinni hálfleik. Við byrjuðum seinni hálfleikin illa og þá varst við brotna svolítið og kom smá uppgjöf sem að það komið svo sem aðeins tilbaka í lokin en eftir þessa tvo leiki að svekkjandi tap því miður í fyrri og svona bara mjög svekkjandi tap í seinni líka. Hvað tekur þá yfir í næsta glugga sem er dálítið langt í? Hvað er þetta að segja við leikmennina á milli gluggana? Það var náttúrulega, ef við komum í næsta glugga þá verður þessi hópur reynslu meiri. Þessar eru búin að fá leiki á ferilskrána og þetta verkefni, þennan glugga á ferilskrána og það er marga, bara 1/3 liðin að spila sína fyrstu landsleiki. Ég held að Hatti hafi verið landsleiki hægst með 26 leiki eða eitthvað svoleiðis, þannig að fyrir þetta verkefni, þannig að við erum eins og hefur kannski komið fram að við erum í yngsta liðið í Evrópukeppninni í þessum glugga og vonandi verða reynsluboltarnir okkar heilir þegar kemur að næsta glugga og þetta er ekki bara reynsluboltarnir okkar, þetta eru drottningarnar í íslenskum körfubolta en við njótum samt góðs af því seinna meir og þetta sé erfitt núna, þá njótum við góðs af því seinna meir að þessar stelpur eru reynslunni ríkari þó þetta sé erfið reynsla hérna fyrir okkur öll og svona, þá á hann eftir að nýtast í framtíðinni þannig að
maður svona reynir að líta jákvætt á það. Já, það er bara, vonum bara næstu gluggi gangi betur. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.